Velkomin aftur í föstudagsþáttinn. Í sófan eru sestir fulltrúar leikfélags Hörgdæla. Verið velkomnir, Benni og Hörður. Takk fyrir. Takk fyrir. Þið eruð að fara að frumsýna hvað í næstu viku? Fimmtudaginn næstu viku ætlum við að fara að frumsýna. Já. Leikritið Sex í sveit. Já, ekki Sex í Hörgársveit. Nei, það er nú samt alveg verið kannski hægt að hafa þannig, en við ákváðum að halda okkur bara við upprunalega titilinn. Já, getið þið sagt okkur aðeins þetta leikrit, hvað er það? Já, þetta er svona dálítið dæmigerður farsi. Fjallar hann Benedikt sem er úr Reykjavík sem kemur með konu sinni Þórunni í bústaðinn þeirra norður landi. Þórunn þarf síðan að fara til mömmu sinni á Egilsstöðum og Benedikt notar tækifæri til að fá hjákonu sína Sóleyju til að koma norður sem sagt á meðan og fær Ragnar vin sinn til að koma svona til að hilma yfir þetta allt saman. Veit ekki að Ragnar heldur við Þórunni, konu sína. En hann ætlar að fá Ragnar sko til að þykjast vera sem sagt kærasti Sóleyjar. Það gengur náttúrulega ekki upp. Þegar Þórunn hætti við að fara en vandræðin eru þau að Ragnar tekur feil á Sóleyju og Sólveigu sem er kokkur sem Benedikt réði til þess að koma og sjá matseldina. Og þar byrjar dansinn. Þar byrjar ballið. Pínuflækja. Já. Það verður mjög hátt flækjustig þarna. Benni, þú leikur Benedikt. Ég leik Benedikt, ég leik Benna sem er þarna dálítið svona situr pínu í súpunni. Mér heyrist það. Já, en reynir sitt allra besta og ítrekkað að reyna að komast út úr þessari súpu. Já, það mæðir svolítið mikið á honum væntanlega. Pínu. Já. Og þarna, já, eins og ég segja, hann bara svona er að reyna sitt besta og það gengur ekki alveg alltaf. En þessi farsi er mikið af hurðum, er þetta þannig? Það eru hurðar, en þetta er ekki svona skellum hurðum farsi. Nei. Hann er óvenjulegur að því leytinu til, en hann hefur öll svona helstu einkenni farsans í rauninni. Það er svona, farsan er stundum lýst þannig að það sé sko venjulegt fólk í óvenjulegum kringumstæðum. Já. Og þetta er dálítið þannig, þannig að kringumstæðurnar verða dálítið geggjaðar á köflum og fólk þarf að leika 2 og jafnvel 3 skjöldum. Já. Og til að reyna að láta það ganga upp. Já. Hvað, er þetta mannmörg sýning? 6. Já, auðvitað, það segir sér sjálft. Pínu segir sér pínu sjálft. Þurftur ekki að spyrja. Ég er best fórlátt. Þetta eru 6 personur og 3 konur og 3 kallar. Hnífjafnt. Hnífjafnt. Og ekkert flókið kannski að manna svoleiðis sýningu í leikfélaginu, eða hvað? Nei, þetta gekk upp á endanum. Það var bara pínu mannaval, Hörður hafði aðeins úr að velja. Já, það voru prufur kannski. Alltaf því. Já. Já, við getum kallað það. Já, það má kalla það. Við hittust nokkru sinnum og fólk las og við svona aðeins líkum okkur með þetta og það er mikill kostu fyrir leikstjóra að fá að hafa úr einhverja móða, geta valið. Já. Skemmtilegt að segja frá því líka núna að við erum með 2 nýjar konur sem hafa aldrei leikið með okkur áður og eru að stíga báðar í fyrsta skipti á svið. En gaman. Það er rosalega skemmtilegt, já. Við erum hérna 4 svona reyndari þarna úr Hörgárdalnum og svo með 2 nýjar og það er alltaf skemmtilegt. Nýtt blóð, gaman. Það var fínt að hafa svona blandaðan hóp þykir manni, sko, að vera með nokkra reynslubolta og svo nýtt blóð með. Það er góð blanda. Er þetta allt fólk úr sveitinni eða koma þeir frá víða af? Við getum fundið tengingu, sko, ef við viljum. En við svona þessi 4 sem erum þannig að svona þessi búin að vera aðeins lengur í þessu. Við erum öll vel tengt þarna í sveitina. En þessar 9 konur okkar, það eru svona, við finnum tenginguna þetta til lengra aftur. En það eru sveitakonur. Já, ok. Frábært. En þú Hörður, þú hefur nú verið að leikstýra víða og lengi, er það ekki? Já, þetta safnast aldrei saman svona í gegnum tíðina. Ég minna rætur í leikfélagi Kópavogs og svona elst upp leiklistarlega séð þar. Akkúrat. Og var eitthvað svona þumbastu að leika árum áður. Kom svo að ég get ekkert leikið, þannig að en ég hef svo að tel mig geta leikstýrst. Hann getur það. Og hef svona verið að gera það mestu síðustu kannski 15-20 árin. Bara sem aðalstarf þá? Nei, þetta er aukastarf. Eins og þú veist kannski sjálf, þá er kannski ekki mikill peningur í leiklistinni. Nei, nákvæmlega.
En mér finnst að vera ákveðin forréttindi að ég bara með mína dagvinnu en svo get ég fengið að leika mér og í svona áhugamálinu og starfa við það á fullu bara þar fyrir utan. Æðislegt, eins og allir leikararnir í Sex í sveit. Já, og það bara þannig. Það engin atvinnumaður þarna. Nei. Og hvernig gengur að púsla? Er þetta ekki á hverjum degi nánast svona fyrir frumsýningu, æfingar? Jú. Bara hverjum degi. Maður bara tekur frá tíma? Já, það bara, fólk gerð grein fyrir því að þetta það sem að gildir næstu vikurnar eða þegar það tekur þetta að sér. Nú sleppur þú saumaklúbb og kirkjukór og kemur á leika. Bara nær því öllu, það bara þannig. En þú uppsker líka, þetta hrikalega skemmtilegt. Ég veit það, alveg hrikalega skemmtilegt. Óbúslega gaman. Og gefandi. Já. Búin að vera löng hefð fyrir leiklist í Hörgársveit? Hún gríðarlega löng. Við getum rakið okkur aftur bara til eitthvað kringu 1920. Já. Svona, og svo sem sagt, það fyrst eitthvað bindindisfélag og svo ungmennafélag og svo leikfélag Hörgdala. Þetta bara eins og gengur. Leikfélag Hörgdala varð 20 ára per síðasta haust. Já. Og við erum búin að setja upp setjum upp annað hvert ár að jafnaði, stundum ár eftir ár. Já. Fóruð þið ekki í Þjóðleikhúsið með áhugaverða sýningu árið? Við höfum aldrei náð því. Þið hafið ekki náð því? Nei. En mér myndi það. Já. Það verður þá kannski. Þú áttu örugglega skilið, sko. Já, við höfum átt að skilið, held ég, en þú veist, það kemur að því. Já, það kemur að því. En hefðin löng og við erum svona, við eigum okkar góða kúnnahóp sem kemur. Við erum með, það gott. Eru þið með örugar 5 sýningar alveg seldar, eða hvað? Vitið þið það eitthvað? Við erum að sýna svona meðal kringu 20 sinnum. Já, það slatti. Já, það alveg slatti og við erum, þú veist, kannski með 15 sýningar fullar af því. Bara nú þegar erum við búin að selja 2 sýningar til dæmis. Já, og ekki búin að frumsýna. Ekki búin að frumsýna. Og enginn veit hvernig til tekst. Enginn veit hvernig til tekst, nema jú, þetta kemur til með að takast mjög vel. Já, auðvitað. Það ekki spurningin. En það mikið gróska því að á eftir koma fulltrúar frá leikfélagi Freyvangsleikhúsinu. Þeir að fara frumsýna í kvöld, þannig að það greinilega Þetta svæði, svona, nú þykist ég aðeins þekkja áhugastarf á landinu. Ég sit í stjórn Bandalags íslenskra leikfélaga og Eyjafjörður rosalega sterkur, hefur alltaf verið. Ásamt Suðurlandinu kannski og svona fleiri svæðum. Ekki betra að ég segi þetta sem svona utanaðkomandi. Jú, vilt þú segja þetta kannski? En hefur það eitthvað? Það reyndar alveg staðreynd og alveg rétt á Benna að það er mjög sterk leiklistarhefð hérna á Norðurlandi. Hörgárdalurinn, Freyvangur, Húsavík, Dalvík var lengi vel, það kannski aðeins verið minna undanfarin ár. Kannski sveiflast þetta aðeins. Já, það gerir það sko. En þetta bara þekkt í áhugahreyfingunni, þá veit maður hvar eru sterkustu punktarnir og leikfélag Hörgárdal klárlega eitt af þeim. Njótum líka bara góðs af að vera í þessar hringi, bara Freyvangur, Hörgárdal, Dalvík, Húsavík. Þetta styður hvert annað og hjálpast að. Akkurat, þetta ekki samkeppni. Nei, kannski pínu rígur, hann fínn. Það fínn, já. En það miklu meira bara gleði og samvinna heldur en hitt, sko. Já. Benni og Hörður, takk kærlega fyrir að koma til okkar í sófann í föstudagsþættinum og bara pói í næstu viku. Þakka kærlega fyrir. Takk fyrir og við sjáumst aftur eftir auglýsingar.